Fjölmenni ræddi kosti og galla olíuhreinsunarstöðvar á Vestfjörðum á Bíldudal í dag. Sérfræðingar reifuðu þar sjónarmið atvinnusköpunar og umhverfisverndar. Það var fjórðungssamband Vestfjarða sem stóð að málþinginu í félagsheimilinu á Bíldudal í dag. Samskonar málþing verður á Ísafirði á morgun. Olíuhreinsunarstöð Vestra þyrfti eins og framkom í fréttum okkar í gær gríðarmikla orku eða sem nemur nærri því heilli Kárahnjúkavirkjun. Hana má annaðhvort framleiða með vatns- eða gufuafli eða með olíu sem brendir á staðnum. Í Evrópu eru 100 olíuhreinsistöðvar, 2 þeirra í Noregi. Sú stærri, Mongstad, norðan við Bergen og þar eru unnin 20 milljón tonn af hráolíu á ári. Við þá vinnslu verða til 2 milljónir tonna af koltvísýringi. Sú minni við Óslóarfjörð og þar eru unnar 5,8 milljónir tonna af olíu árlega og koltvísýringslosunin 380.000 tonna á ári. Forsvarsmenn íslensks hátækniiðnaðar sem standa á bak við áformin olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum ætla að vinna þar árlega 8 milljónir tonna af hráolíu. Þeir telja að koltvísýringslosunin verði þá 560.000 tonna á ári. Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur, telur losunina hins vegar verða nærri tvöfalt meiri.